Það ákvæmlega mikið talað réttindi en minna skyldur. Og skyldu kvaðir lífsins, þar vil ég þoka fyrir kröfunum. Nú eru væntingarnar orðnar svo miklar vegna þess að möguleikarnir virðast vera svo takmarkalitlir og svo sem mikið frambúð, sem mörg tilboð í lífinu. Og þar eru þessi hættumerki sem allir auðvitað þekkja og vita á nýsla umhverfisins er alveg gífurleg. Og ég nefndi nú tilboðinn og allt það sem er brugðið upp sem möguleikum og jafnvel nauðsynlegum hlutum. Og þetta virðist ala á ófullnægju, óánægju og svo kannski bregst eitthvað inn í manni sjálfum eða einhverja væntingar ytri fullnægju. Það gengur eitt eftir og þá er uppgjöfin ískyggilega nærri. Slík óánægja sem veldur þunglyndi og jafnvel bara vonleysi að lifa. Við vitum það öll að til dæmis læknar hafa verið áhyggjur af heilsufarsvandamálum sem augljóslega hafa andlegar orsakir. Það vaxandi streitusjúkdómar, lífsstílsvandamál kalla læknar það.